Í Sovétríkjunum mikill efnahagslegur uppgangur á 4. áratugnum, en þar nú unnið eftir 5 ára áætlunum. Jósef Stalín, aðalritari kommunistaflokksins, fyrirskipar umfangsmiklar hreinsanir í flokknum, svo og í her og leyniþjónustu. 4. áratugurinn áratugur kreppunar miklu á Vesturlöndum. Í kjölfar verðbréfahrunsins í New York árið 1929 kreppir í efnahagslífi víða heim. Tollar og höft sem fjölmörg ríki koma á til að bjarga eigin skinni gera það að verkum að árið 1933 hefur milliríkjaverslunin dregist saman 2/3. Milljónir manna eru atvinnulausar. Auðnum reyndar misskipt. Á kappreiðavelli í Chicagoborg má sjá forríkan en jafnframt alræmdan glæpaforingja, Al Capone. Hann einvaldur í sprúttsölu bannáranna þar vestra. Ferill hans blóði drifinn, en yfirvöld eigi í erfiðleikum með að koma honum á bak við lás og slá, þar til tekst að sanna á hans skattsvik. En óöldin heldur áfram. Í kosningum í Þýskalandi árið 1932 fá nasistar 3/4 atkvæða. Ári síðar Hitler orðinn kanslari og alls ráðandi í Þýskalandi. Þar, líkt og í Sovétríkjunum, verða miklar efnahagslegar framfarir. Hitler tekur upp nána samvinnu við Mussolini á Ítalíu, nýtur gestrisni ítalskra fasista og heimsækir hina fögru borg Feneyjar. Á sama tíma verið að koma upp einangrunarbúðum í Þýskalandi fyrir andstæðinga nasista. Írski rithöfundurinn og háðfuglinn Bernhard Shaw, sem nú hefur öðlast heimsfrægð fyrir ritstörf sín, leikur á allsoddi þegar hann kemur til Miami í Bandaríkjunum og segir heimamönnum til syndanna. This is your first visit to Miami, isn't it, Mr. Shaw? You think you're going to like it? Well, now you stop. You're going to ask me, how do I like Miami? I don't like Miami. I've no feeling whatever about it. I haven't been on shore yet. All I know is that when I was coming along the channel, all your motor cars began blowing their horns and making the most horrible noise that I've ever heard in my life. It's no good in this country putting questions of national importance to me. I've been here before. I told you what to do and you haven't done it. And you're up to your neck in trouble in consequence. Og öllu gamni fylgir nokkur alvara. Kreppan varir mun lengur í Bandaríkjunum en í Evrópu. Í mörgum borgum þar vestra alltaf helmingur karla atvinnulaus og atvinnuleysi meðal kvenna enn meira. Roosevelt Bandaríkjaforseti beitir sig fyrir auknum ríkisafskiptum til að fá hjól atvinnulífsins til að snúast á ný, en hægt gengur. Íslendingar verða fyrst alvarlega varir við heimskreppuna þegar verðhrun verður á saltfiski og í raun öllum útflutningsvörum haustið 1930. Góð ærinu sem verið hefur allan síðasta áratug með rúmlega 6% hagvexti á ári að meðaltali lokið. Í apríl 1931 rífur Tryggvi Þórhallsson forsætisráðherra þing og boðar til nýrra þingkosninga. Þannig kemur stjórnin í veg fyrir að til atkvæðagreiðslu komi vantrauststillögu sem að öllum líkindum hefði verið samþykkt. Leið verða engar breytingar á kjördæmaskipaninni. Stjórnarandstæðingar segja þingrofið stjórnarskrárbrot. Mikil ólga í landinu vegna þingrófsins og stöðugir mótmælafundir og viðsjár lengi á eftir.
Bílar eru þegar hér er komið sögu orðnir partur af daglegu lífi margra á Íslandi, hvað sem öllu krepputali líður. Reyndar eru flestir vegir enn aðeins færir á sumrin og flestar ár óbrúaðar, en menn komast enga síður á bílum frá Reykjavík og alla leið austur á Firði. Strætisvagnar aka nú götur Reykjavíkur og það er stundum sungið í vögnunum, sérstaklega á lengri leiðum. Rútan að þarna er af gerðinni Studebaker, yfirbyggð hér á landi og í eigu áætlunarbíla Hafnarfjarðar. Hér er ekið norður Kaldadal með skólafólk. Íslendingar hafa ekki aðeins eignast bíla, heldur bílamenn. Landin er fljótur að læra að gera við bílana og fyrstu bílaverkstæðin eru komin í gagnið. Maður leið svo upp til þessara manna, ég held að á þessum árum að þá hafi, þegar bílaeldinni gengin í garð, þá var svo marga dreymt, æðsti draumur var að verða bílstjóri. Í nóvember 1932 brýst Óskar Guðnason á bodybíl sínum með 9 farþega frá Hornafirði til Reykjavíkur. Svipað leiðir orðið sæmilega fært Hvalfjörð og hægt að komast Borgarfjörð alla leið vestur í Stykkishólm. Greiðfært er ef til vill ekki rétta orðið, en það er orðið bílfært víð land. Og það eru konar bifreiðastöðvar víða, svo sem í Borgarnesi, á Akureyri, Eyrarbakka, Stokkseyri, Húsavík, Reyðarfirði og í Vestmannaeyjum. Allt tal lagningu járnbrauta er rokið út í veður og vind. Nú er það bíllinn sem blífur. Og meira að segja að þessi bílalykt sem á nú að steindreipa all í dag var náttúrulega mikið verið þá að þetta þótti manna óskaplega gott og andaði djúpt. Á 4. áratugnum er húsnæðisvandinn hvergi meiri en í Reykjavík. Húsaleiga er hærri þar en í Kaupmannahöfn. 3/3 allra íbúða í höfuðstaðnum er í kjallara eða undir súð og margar þeirra taldar heilsuspillandi. Á kreppu árunum verða fjölmargar fjölskyldur að gera sér að góðu kofaskrifli sem hvorki halda vatni né vindi. Héðinn Valdimarsson er einn aðal hvatamaðurinn að því að settur lög byggingu verkamannabústaða og 1932 flytja fyrstu fjölskyldunar inn í bústaðina við Hringbraut. Alls er ráðgert að byggja á 300 slíkar íbúðir og verða rafmagnseldavélar í þeim öllum. Við erum stödd í listvinahúsinu á Skólavörðuholti í Reykjavík. Sá sem tekur þessa kvikmynd er Guðmundur Einarsson frá Miðdal, en hann er einn þeirra manna sem setur mikinn svip á listalífið í landinu á kreppuárunum. Guðmundur hefur komið á fót leirmunagerð, þeirri fyrstu í landinu, og notar þar að auki íslenskan leir í verk sín. Teresía, hinn þýska eiginkona Guðmundar, og Lídia, dóttir hennar, vinna báðar að leirmunagerðinni í listvinahúsinu ásamt Sveini, bróður Einars. Það er skemmst frá því að segja að leirmunir eins og Rjúpan, Fálkinn og fleiri verk slá í gegn. En það er líka mikið skrafað þennan lífsglaða listamann, veiðimann og fjallgöngugarp sem fer að búa með dóttur fyrrvinnandi konu sinnar og þær eru báðar búsettar á heimilinu. Kjaftasögur eru hluti af tilveru fólks norður við Ysta haf. Það fara líka margar sögur af öðrum málara, Jóhannesi S. Kjarval, einum mikilhæfasta listamanni landsins. Kjarval fer víða til að mála út í guðsgrænni náttúrunni, ekki síst á Þingvöllum, sem hann nú er búinn að uppgöta, ef þannig má orðið komast. Hann er óneitanlega kynlegur kvistur, þessi málari og fyrrverandi sjómaður sem lært hefur málaralist meðal annars í Kaupmannahöfn og er í hópi frumherja íslenskrar myndlistar. Hér er hann reyndar í fylgd annars málara og meistara íslenskra landslagsmynda, Ásgríms Jónssonar. Og þó að ekki sé tal með myndinni, þá er umræðuefnið trúlega að þessu sinni ekki listin í landinu, heldur höfuðföt listamannana sjálfra. Þetta er eins konar hatta-symfóní á Þingvöllum. Á 5. afmæli sínu árið 1935 óskar Kjarval þjóðinni til hamingju með afmæli sitt. Já, það muna margir eftir skemmtilegu sögum af meistara Kjarval. Já, það þegar hann kom til Guðmundar Sveinbjörnssonar skrifstofustjóra í stjórnarráðinu og spurði hvort hann vildi leggja 60 aura í mjög gott fyrirtæki, hvað Guðmundur gerði, og Kjarval kom svo tilbaka
nýrakaður og sýnt honum árangurinn af þessari fjárfestingu. Útflutningur landsmanna hefur dregist mjög saman. Skortur á gjaldeyri er gríðarlegur. Landsstjórnin bregst við ástandinu með eins konar haftastefnu. Menn þurfa að hafa sérstök leyfi til að flytja vörur til landsins og þau eru ekki auðfengin. Þetta verður til þess að Íslendingar fara sjálfir að framleiða það sem áður hefur verið flutt inn. Stórtækast er sambandið eða SÍS, en á vegum þess eru til dæmis framleiddir skór í stórum stíl. Sambandið lætur einnig sauma hanska fyrir innlendan markað og nú eiga landsmenn verksmiður sem vinna band og dúka úr ullinni sem fæst af blessaðri sauðkindinni. Það er líka farið að framleiða í auknum mæli kex, veiðarfæri, smjörlíki, húsgögn, gosdrykki, málningu og kerti eins og þessi hér. Vegna samdráttar í útflutningi og gjaldeyriskorts reyna menn að verða sjálfum sér nógir. Í sælgætisgerðinni Nóa eru framleiddar karamellur og brjóstsykur með miklum tilþrifum og allt eftir kúnstarinnar reglum. Þó svo að nú séu komnar verksmiður til framleiðslunar er vélakostur fábrotinn og þau eru mörg handtökin við karamellugerðina. Á árunum fyrir stríð er þvottavélin enn ekki orðin almenningseign á Íslandi. Þvottur er oftast þveginn í bölum nema þar sem heita vatnið er til staðar eins og í Laugunum í Reykjavík. Raunar er orðin til í landinu heil stétt kvenna sem hefur atvinna því að þvotta fyrir fólk. En þó að heitt vatn sé til staðar er það mikil vinna og erfið að þvott í höndum. Það verður að berja, vinda og skóla hverja flík og þá á eftir að þurrka og strauja. Árið 1932 stofna konur í Reykjavík þvottakvennafélagið Freyju. Ári eftir stofnun félagsins ná konurnar kauphækkun í samningum. Nú skal greiða þeim 1 krónu og 9 aura á tíman í dagvinnu og 1,25 í eftirvinnu og helgar. Á 4. áratug aldarinnar eru þéringar á undanhaldi. Í fréttabréfi sem Kristleifur bóndi Þorsteinsson á Stórakropp í Borgarfirði skrifar til Vestur Íslendinga í blað þeirra Lögberg, segir hann: Þéringar eru nú óðum að leggjast niður og eru það hinir ungu menntamenn sem að því styðja. Í öllum alþýðuskólum þúa nemendur kennarana. Sama yngri presta að þeir þúa alla karlmenn í sóknum sínum. Ég bendi á þetta því til sönnunar að jafnaðarmennska er orðin ríkjandi hér. Sumarið 1933 kemur ítalski flugkappinn Balbo til landsins með 24 flugvélar. Ásgeir Ásgeirsson, forsætisráðherra og Jón Þorláksson borgarstjóri taka á móti flugsveitinni ásamt þúsundum Reykvíkinga sem komnar eru til að fylgjast með. Balbo, sem þykir einkar glæsilegur á velli, er leiðangurstjóri og jafnframt hershöfðingi í ítalska hernum, auk þess að vera flugmálaráðherra. Hann hefur átt drjúgan þátt í að byggja upp ítalska flugherinn, en heimsóknin er liður í að sýna styrk hans. Hús eyðileggjast og 200 manns eru húsnæðislausir eftir mikinn jarðskjálfta við Eyjafjörð. Skjálftinn mælist 6,3 á Richterkvarða, tjónið er mest á Dalvík og í Svarfaðardal.
Þessi myndir af fólki sem mist hefur aðleiguna í hamförunum. Gamli maðurinn sem liggur í kör á hlaðinu er afi Bjarka Elíassonar, síðar yfirlögregluþjóns, en hann er strákurinn efst til hægri á myndinni. Sjómenn og næstu húsum þeir fóru kvöldið út og gerðu það sem eftir máttum ekki gera, þeir skutu æðarfugl. Og hann var sviðinn og blokkaður á sviðinn og svo var svoðinn súpa af þessi stórum þvottapotti og allir sem það voru komin nærri fengu súpu og kjött og það var borðað úr niðursuðu dósum og svona málmskálinn, það var alltaf til nokkur bolli eða diskur heild. Mikil mildi þykir að enginn slasast í jarðskjálftanum. Hafin er fjársöfnun all land til aðstoðar fólki sem mist hefur hús sín og bregðast menn vel við þrátt fyrir að víða sé þröngt í búi. Níu farast og 30 eru skaðbrendir eftir bruna á jólatréskemmtun í Keflavík. Tæplega 200 börnum er bjargað úr brennandi húsinu. Samkomuhús ungmennafélagsins verður alelda á skammri stundu eftir að kviknar í jólatré sem skreyttir logandi vaxkertum. Börnin leita dyra í ofboði og fullorðnir í salnum reyna að flýta för þeirra en erfiðlega gengur að tæma salinn þar sem dyr opnast inn. Jóna Sigurgísladóttir missir yngri systur sína í eldhafið. Og ég man síðast eftir ég horfði á höfu ljóst hárið á systur minni og horfði á það og svo sá ég hann ekki meira. Og einhvern veginn hef ég þvælst út, bara borist út með straumnum. Reynir Eiríksson er eitt þeirra sem brennist illa bæði á höfði og báðum höndum en hann heldur fyrir andlit sitt í logunum. Ég man bara ekki ég kom að læknastofuna þá sá ég börnin, þau sátu bara þarna í röð og þetta var hryllilegt að sjá þau. Þetta var, þau voru náttúrulega svört í framan og baða brunanum og sviðaðan hárið og bara ein stúlka sem ég sá hana, það virtist bara vanta á henni í kinnana sko, það var bara hryllilegt að sjá þetta. Ég gerði mér ekki grein fyrir því að ég væri kannski litið svona sjálfur. Eftir kosningar 1934 mynda framsóknarmenn og alþýðuflokksmenn stjórn hinna vinnandi stétta eins og nýja stjórnin er kölluð. Ráðherrarnir Hermann Jónasson, Eysteinn Jónsson og Haraldur Guðmundsson, sem eru yngstu ráðherrarnir hér á landi frá upphafi, taka að undirbúa áætlanabúskap til að vinna bug á kreppunni. Ráð eru sótt til sósíaldemókrata á Norðurlöndum, einkum til Svíþjóðar. Alþýðutryggingum er komið á og atvinnubótavinna stór aukin. Þegar líður á taka stjórnarflokkarnir að deila hvort þjóðnýta eigi Kveldúlf, eitt helsta útgerðarfélag landsins sem er í eigu Thorsaranna og á nú í miklum erfiðleikum. Ólafur Thors, formaður Sjálfstæðisflokksins og einn af aðaleigendum fyrirtækisins, heldur því fram að hér séu pólitískar ofsóknir að ræða. Thor Jensen, faðir hans, leggur Korpúlstaðabúið að veði fyrir skuldum félagsins. Einn helsti samkomustaður íslenskra listamanna á 4. áratugnum er Unuhús við Garðastræti í Reykjavík. Sonur Unu, Mats Elju, laðar að sér bæði skáld og listamenn. Hann var með flaksandi hár niður á axlir og með himinblá augu. Hann starði alltaf svona út í buskan, leit aldrei á kvenmann. Ákaflega fallegur maður og með skegg eins og Kristmynd og ég mann að stelpuðun að hvísla, þarna kemur Jesús, sjáðu þarna kemur Jesús. Þá var þetta erlendur í Unuhúsi. Fastagestirnir eru skáld eins og Halldór Laxness, Þórbergur Þórðarsson og Stefán frá Hvítadal. Hingað koma líka yngri menn eins og Steinn Steinar sem nú er að kveða sér hljóð sem skáld baráttunnar. Til erlendar vinar síns yrkir hann: Lifðu heill í landi frera, líðsins viður ærið hrós, nefndur bæði sör og séra, sómans 100 kerta pera, gefið þér allt sitt ljúfa ljós.
komst í för með fyrrverandi kaptuga úr danska sjóhernum André M. Dam og mönnum hans, en Dam þessi hefur verið fenginn til að gera Íslandsmynd. Myndin verður meðal annars notuð sem kynningarmynd á heimssýningunni í New York sem nú stendur fyrir dyrum. Svo vel tekst til að hún vinnur til verðlauna fyrir myndatöku og efnisval. Þegar Vigfús Sigurgeirsson ljósmyndari á Akureyri kemur heim úr kvikmyndanámi í Þýskalandi, fær Samband íslenskra samvinnufélaga hann til að gera kvikmynd íslenskan landbúnað. En það hart í ári. Saltkjötsmarkaður Íslendinga í Noregi hrynur í kreppunni, verð á ull lækkar niður úr öllu valdi eða 60%. Í heildina lækkar verð á sauðfjárafurðum helming og það munar minna. Bændur hafa líka fjárfest mikið á árunum fyrir kreppuna eftir hvatningu frá landsstjórninni og eru því skuldugir. Til að bjarga fólki í sveitum landsins komið á kreppulánasjóði. Skuldir eru felldar niður. Árið 1934 bændum tryggð föst afkoma með sérstökum afurðasölulögum. Hér eftir eru það stjórnvöld en ekki markaðurinn sem ákveða verð á landbúnaðarvörum. Leið kippt fótunum undan stórrekstri eins og á Korpúlstaðabúinu. Hagkvæmnin ekki lengur fólkin í stærðinni. Útivist og fjallaferðir njóta sívaxandi vinsælda á Íslandi á 4. áratugnum. Skíðaskálar hafa verið reistir á nokkrum stöðum og það að komast í tísku að fara á skíði. Til að renna betur grípa menn oft kertistulpa og núa vaxi undir skíðin. Árið 1935, eftir að búið að reisa skíðaskálan í Hveradölum, skíðaferðir orðnar vinsælasta íþróttagrein Reykvíkinga. Norskir skíðakappar fengnir til landsins til að kenna skíðastökk og ráðist hefur verið að byggja pall til að hægt sé að keppa í stökki. Á fyrsta landsmóti skíðamanna sem haldið í Hveradölum árið 1937 keppt í hinum ýmsu greinum skíðaíþróttarinnar. Fréttir af mótinu meira segja fluttar landsmönnum með göldrum tækninnar, talstöðinni. Flest skíðin innflutt en fljótlega fara Íslendingar sjálfir að framleiða skíði og það með góðum árangri. 1. maí 1936. Þjóðernissinnar ganga fylltu liðum götur Reykjavíkur. Þeir klæðast gráum skyrtum í líkingu við brúnstakka Hitlers. Þjóðernishreyfing Íslendinga, eins og nasistarnir íslensku kjósa kalla sig,
gefur út blöð og félagsmenn er nú að finna víða í bæjum landsins, svo sem á Akureyri, Siglufirði, Ísafirði, Vestmannaeyjum og á Seyðisfirði. „38 manns farast þegar franska hafrannsóknarskipið Pourquoi strandar út af Mýrum í september 1936. Með skipinu fest meðal annarra hinn heimskunni vísindamaður Dr. Jean Charcot. Aðeins einn maður bjargast og hlýtur hann aðhlynningu fólksins í Straumfirði. Minningarathöfnum þá sem fórust fer fram í Landakotskirkju og er öllum fyrirtækjum í Reykjavík lokað vegna athafnarinnar. Mörg þúsund manns fylgja líkonum til skips en þau verða flutt til Frakklands. Þjóðarsorg ríkir á Íslandi. „8. september 1938. 3 Íslendingar berjast nú með alþjóðasveitum lýðveldissinna í borgarastyrjöldinni á Spáni gegn hersveitum fasista undir stjórn Frankós. Þeir Hallgrímur Hallgrímsson, Björn Guðmundsson og Aðalsteinn Hólm Þorsteinsson er í Taliban-herdeildinni en í henni er einkum kommunistar frá Norðurlöndum og Þýskalandi. Í bréfi sem Hallgrímur skrifar heim eftir að hafa barist í Katalóníu segir hann: „Ástandið er ískyggilegt en við ætlum þó að berjast þar til yfir líkur. Skotgrafar kveðja til frjálslyndra Íslendinga. Hallgrímur Hallgrímsson.“ Þegar litið er vestur yfir Melana í Reykjavík sumarið 1940 ber hæst Kolareykinn, en við sjáum líka glæsilega byggingu Háskóla Íslands sem nú er verið að vígja. Uppdrættina gerir Guðjón Samúelsson. Einn þekktasti miðill hér á landi, frú Lára Ágústsdóttir, hefur játað að hafa beitt svikum á miðilsfundum á heimili sínu eins og þessar ljósmyndir sína sem teknar eru með leifturljósi. Frú Lára hefur stundað miðilstörf síðastliðna 2 áratugi og séð að eigin sögn yfirskilvillig fyrirbæri frá því hún var lítið barn. Athugull lögreglumaður kemst að því að svokallaði líkamningar sem birtast á fundunum eru þessa heims en ekki annars. Frú Lára sem dæmd er í Hæstarétti í 2 mánaða skilorðsbundið fangelsi heldur því fram að hún hafi notað blekkingarnar aðeins í þeim tilfellum þegar miðilshæfileiki hennar brást. Mikil harka hefur fæst í verkalýðsbaráttuna. Komið hefur til átaka milli yfirvalda, verkamanna og verkfallsbrjóta. Þau harkalegustu verða þegar bæjarstjórn Reykjavíkur ákveður að lækka laun í atvinnubótavinnunni. Á bæjarstjórnarfundi í Góðtemplarahúsinu brjótast út slagsmál en mikill fjöldi verkamanna hefur safnast saman í og við fundarsalinn. Barist er með berum hefum, kylfum og stólfótum. Daginn eftir Gúttóslaginn er aðeins 7 af 28 lögreglumönnum bæjarins vinnufærir. Verkamenn hafa sitt fram, launin eru ekki lækkuð. Og það kemur víðar til átaka. Í Keflavík taka útgerðamenn formann verkalýðsfélagsins og flytja hann með valdi til Reykjavíkur. Til svipaðra átaka kemur í Bolungarvík þegar Hannibal Valdimarsson, sem er erindreki verkamanna, er fluttur nauðugur úr plássinu. Heiftarlegar deilur verða einnig á Siglufirði þegar lækka á kaupið í síldarverksmiðju ríkisins. Deilur eru líka harðar meðal verkamanna sjálfra. Kommunistar og alþýðuflokksmenn berjast völdin og kemur til blóðugra átaka milli hópa verkamanna á Akureyri árið 1933. Og svo bregst síldin. Senda verður skip á vegum hins opinbera til Siglufjarðar eftir verkafólki sem á ekki fyrir farinu heim. Björg Einarsdóttir verður vitni að því þegar skipið kemur til Akureyrar. Þetta fólk var svo illa á sig komið, það dróst varla upp götuna frá höfninni
Það stytti sig í hverju spori, það var áreiðanlega verið martaði langsholtið. Það var sagt frá konu sem stansaði fyrir utan glugga á Hótel Akureyri og horfði inn og það sátu 4 menn og voru að matast. Henni var svo að hún hneig niður við húsvegginn. Þegar Alþjóðasamband kommúnista, Komintern, gefur út tilskipunum að kommúnistar og sósíaldemókratar eigi að fylgja liði gegn fasisma í heiminum, hefjast viðræður milli flokkana tveggja. Það ganga stillega og enda með því að einn helsti leiðtogi krata, Héðinn Valdimarsson, gengur til liðs við kommúnista og sósíalistaflokkurinn stofnaður. 4. áratugurinn ekki aðeins áratugur kreppunnar, hann áratugur kommúnista á Íslandi. Í kosningunum 1937 náðir 8,5% fylgi og fá 3 menn kjörna, en það meira fylgi en þeir ná annars staðar á Norðurlöndum. Það gamlárskvöld árið 1938. Við erum stödd á heimili Petru og Mogens Mogensens, lyfsala í Ingólfsapóteki í Reykjavík. Mogen sonur Mogens lyfsala sem fluttist á sínum tíma með fjölskyldu sína frá Danmörku til Seyðisfjarðar, þar sem hann rak apótek og varð síðar fyrsti forstjóri áfengisverslunarinnar. Húsmóðurinn á heimilinu, Petra, dóttir Bíó Pettersens sem á glæsilegasta kvikmyndahús bæjarins, Gamla Bíó. Hér eru börnin Gunnar, Ellen og vinkona Ellenar ásamt Petru að kveikja á kertunum á trénu eins og nú til siðs. Þó hér sé efnaða fjölskyldu að ræða og nægir peningar til á heimilinu, eru kjólar telpnanna heimasaumaðir upp úr öðrum eldri kjólum. Eldsnemma morguns, þann 10. maí árið 1940, gengur tæplega 800 manna breskt herlið á landi í Reykjavík. Alls koma 4 herskip þennan fyrsta hernámsdag. Flestir fagna því að hér sé breski herinn á ferð en ekki sá þýski, en ríkisstjórnin mótmælir innrásinni. Þjóðverjar hér á landi eru teknir til fanga og þeir fluttir til eyjunnar Manar. Herinn tekur einnig þýska ræðismannsbústaðinn á sitt vald, svo útvarpshúsið og landssímahúsið. Næstu daga og vikur dreifir herinn sér vítt og breitt landið. Mitt sumar eru hermennirnir orðin 20.000 talsins. Þeir reisa virki og vígi úr sandpókum og hlaða varnargarða úr torfi og grjóti. Skömm eftir hernámið gerir breska ríkissjónvarpið þessa fréttamynd hernámið hér á norðurslóð. To transport a modern army with all its accoutrements over 1,000 miles of sea, to establish it in a country where strange conditions have to be met and overcome, was a gigantic task. It was accomplished quietly, efficiently, and almost without notice. Here is Iceland today, safe and secured for its people, the northern outpost in the world fight for freedom. Við segjum ykkur meira af hernáminu og því ástandi öllu saman í næsta þætti og lýðveldisstofnuninni árið 1944. Við fjöllum íslenska sjómenn og stríðsátökin á hafinu og það þegar þýskar flugvélar gera hér loftarósir. Þegar Hekla vaknar eftir að hafa sofið í rúmlega 100 ár og þegar hinir glæsilegu nýsköpunartogarar koma til landsins. Við segjum líka frá öllum nýju Willys-jeppunum og átökunum á Austurvelli og því þegar Winston Churchill sprangar götur Reykjavíkur. Síðast en ekki síst ætlum við að fjalla Klausenbræður og ótrúleg íþróttaafrek Íslendinga á árunum og eftir stríð.